Sælir. Aðalega ég, Nonni verður eitthvað hlaupandi hérna hringinn. Það er svolítið erfitt. Já, ég get það sammála sko, þetta er svolítið. Já, mikið það. Ok, við erum góðir. Hot mics. Ok. Og erum við live? Herru, þá er ég að setja hérna... Ég verður að setja Instagram. Ég að finna linkinn. Með Tristan Stiff inn hringinn frá Njáleikafélagi Hafnarfjarðar. Hann heimaðurli hérna. Og eitt bláaðnir Hilmar Þórðarsson frá Hnefalækjafélagi Reykjavíkur. Ég er með Noel í horninu sinu þetta. Við erum núna með Rónaldi Bjarka í Portugal á Algarve Box Cup. En Hilmar er hérna með Noel Freyr Ragnarsson og Sölku Vífils í horninu sinu. Við bjóðum velkomin fyrsta áhorfenda á streyminu okkar í dag. Nú er von á hörkubarda að þessir tveir strákar mættust hérna á bikarmótinu, síðasta vorbikarmóti í fyrra í hörkubördum, hnífjöfnum, algjörskemmtum þegar þessir hérna mætast. Og þá hefum við fyrstu lótu. Góð jabs hérna. Tristani. Og Tristan hittir hann á twisti. Góð vörð hjá Hilmari. Þessi strákar byrja bara á milljón hérna. Þetta er alveg eins og við mættum seinast. Þetta er bara flugeldasýning frá fyrstu sekúndu. Flottur tvistur þarna frá Hilmari, náði að króa Tristan af hann í horninu. En Tristan lætur ekki búlíða sig lengi, tekur núna aftur miðjuna. Hilmar er með góða vörn, hann er að blokka þetta flest, en þetta eru góða höggsand frá Tristani. Góð cross í body frá Hilmari. Flott fyrsta lóta frá bráðamönnum.
fara þessi smá flöri. En svo þegar þú ert að hýta í minnst og opna þessi mikið maður, klára sig til þessu spöld. Heyrðu, þetta heitir eftir síðasta þætti. Klára það eftir að koma hýta nokkur í minnst. Það svo ótrúið maður. Það svo mörg hóttur hýta. Þegar þú komið mjög náður þér, þá slæri bara flöri fyrir þú tappir þér hratt og það eitthvað. En mikið til að gera smelt hýta. Þú þarft aldrei að tegja þig. Aha. Þá komið annar lótu. Hilmar að taka hérna miðin að snemma. Sér vinstri krókur frá Tristan búinn að hitta nokkuð sinnum en vörnin hjá Hilmari öguð. Hann að blokka mest af þessu og eitthvað að ná að svara fyrir sig. Gott högg í botið yfir Hilmar þarna. Og eins og Hilmar aðeins að sækja sér veðrið hérna í annar lótu. Tristan döflar upp á vinstri hendinni en Hilmar ver þetta nú. Gardið að Hilmar svona búinn að vera að verja flest höggin en það eitthvað sem nær inn. Noel kallar eftir fleiri höggum frá Hilmari. Noel kallar eftir skrokkshöggum frá Hilmari núna. Já, vel gert hjá, nú Hilmar að sækja í sig veðri. Lendir hann að tveimur góðum höggum. En til að koma þung högg tilbaka frá Tristani og þó að þetta lendi í gardinu þá finnur Hilmar samt fyrir þessu sko, en það samt ekkert sem það ekkert að draga úr honum þó. 10 sekúndur eftir hérna í annar lótu. Þetta hörkubardagi, 2 lótur komnar, 1 lóta eftir hörkuskemmtun. Þetta eru akkurat 2 mennirnir til að kickstarta svona móti. 2 ungir, léttir strákar sem kýla mörg högg, mikill kraftur í þeim. Getur þú rípost á 50 lótuna? Ég var ekki lokkaður inn á nýja síminu. Ég með síminu þarna. Þetta nokkru hérna. Já, nonnisleikja mættur hérna á kommentatorborðið. Já, hörru, loksins. Hvernig líst þér á honum bardaga? Hörru, það sem ég hef séð, hátt output, bara svona frekar solid heilt hringinn, sko. Já. Þetta er ekki fyrst skipti sem þeir mætast og hátt output hefur einkennt allar viðureignina þeirra. Já, það er svo gaman að byrja boxsýninga á svona ungum strákum sem eru þyngdarlausir. Með smá svona rekord á milli sín. Hilmar vill örugglega hefna sín og það verið jafnir bardagar á síðasta Vorbikamóti að þá vann Tristan þá báða. En Hilmar búinn að koma mjög sterkur inn í dag, sérstaklega í annar lótu. En maður tegur kannski eftir að Tristan aðeins högg þyngri. En Hilmar með sterkt gard og að verja flest höggin. En það alltaf 1 og 1 sem hann næri gegn. En mér fannst allan í annarri lótu eins og Hilmar var að lenda meira clean. Ég skil þig. En mér finnst ég svona að skiptast á hérna að klappa hver öðrum, fínt body hérna hjá Hilmari. Tristan aðeins duglegur að fara í bodyið og búinn að krokka inn nokkur stig við það. Góður Tristan. Nei, þeir eru báðir að smetla hvern annan hérna. Flott fletta hann hjá Tristani. Þetta er svakalega þriðja lóta maður, það er allt undir hérna. Þetta
gæti auðvitað verið 1-1. Já, og það er alltaf mjög erfitt starf að vera dómari þegar þessi tveir eru að berjast. Já. Ég er einn af þeim sem öfunda ekki alltaf dómarinn. Nei, einmitt. Líka bara, þú veist, þeir skipta svo á að hitta. Einn hittir hinn, þú veist, það nær, annar hvor nær aldrei eitthvað að búlja hinn eða, þú veist, þeir halda bara hvorum öðrum í stöðum vandræðum. Það er alltaf stöðugt að hugsa um. Gott jafn hérna á Hilmari. Góðu tvíspil frá Hilmari. Gott body shot frá Tristani þarna. Já, mjög flott. Tristan er duglegur að fara í body og hann er að græða því. Það var glæsilegur bardagi. 3 lotur. Smá gott svona í lokin. Já. Þetta var glæsilegur bardagi. Öfunda ekki dómarana. Að þrjá vel með þeirra. Geti vel ímyndað með þessi splitt. Við sjáum hérna Hilmar Þorvarðarsson fellur niður á hné. Hann er gjörsamlega búinn á því eftir þetta. En það gaf hann allt í hérna í 3. lótunni. Og getur vel verið að hann hafi tekið 3 lótuna. Mögulega tekið 2 og 3. En þetta er jafn bardagi. Geti dottið í hvora áttina. Þetta var glæsilegur bardagi. Gaman að sjá hvað eru margir mættir hérna í húsið. Það er klofin ákvörðun eins og áttum á nú. Í bláa horni, það er Hilmar Þorvarðarsson. Tók líklega lótur 2 og 3. Stóð sig mjög vel hérna. Já, þetta er tilfinningarík stund fyrir Hilmar. Það er mikið vinnarfærið þetta. Hann er búinn að vera mjög flottur undanfarið. Keppti þetta á síðasta Icebox, fékk norskan andstæðing þar. En báðir menn með að vera mjög stoltir af sér fyrir þessa viðureign. En þá er komið að svakalegri viðureign. Það er Artem Sigurkov frá Búðartíð á móti Arnari Jaka Smárasyni frá hnefanleikafélagi Kópavogs. Þetta er bardagi sem örugglega margir að beðið eftir. Þessi strákar hafa nú eitthvað sparrað saman, Búðartíð og VPC. Mikið af því og þau þekkja hvort annan ágætlega. Og bjóða velkominn hringinn Arnar Jaka Smárason frá hnefanleikafélagi Kópavogs. Með eiga von á miklum látum frá Búðartíðsmönnum. Maður heyrir strax í þeim hérna öskra eitthvað á úkraínsku. Hvernig skiptir þið grafíkinu? Nú er von á flugðarsýningu held ég. Þetta geti orðið rosalegt. Já, þetta eru 2 mjög spennandi boksarar. Artem auðvitað valinn hnefanleikamaður ársins af okkur í 5. lótunni. Átti svakalegt ár, 9 bardagar, 8 sigrar, sópaði þessi verðlaunum. Heldur betur. Arnar Jaki runner-up fyrir KO ársins fyrir rótingu sitt á King of the Ring. Þannig að þetta eru verðlaunaðir fætarar sem eru að mæta hérna í hringi núna. Já, þetta eru alvöru ungir strákar og eru efnilegir. Ég held að Artem hafi tapað 1 bardag á síðan. Já, 9 bardagar, 8 sigrar. Crossi body frá Artem. Fyrsta höggið lent. Alltaf svolítið tricky að vera á móti Artem sem er náttúrulega southpaw. Já. En maður sér það sko, Arnar Jaki hefur aldrei borið jafn mikla virðingu fyrir neinum eins og hann ber virðingu fyrir Artem núna sko. Maður sér það alveg. Heldur betur. En ég þarf að veðja að þetta verði smá feeling átt kannski mínútu eða 1,5 og svo, nei, þarna. Ég sá ekki alveg hversu vel þetta lenti en það er kraftur í þessum höggum frá Artem. Og þetta var beitt. Já.
Mér sýnist Artem svolítið vera svona með á bringuna og vona að Artem lækki sig beint inn í höggin sem koma. Úf. Artem ekki fær hérna viðvörun að lemja ekki með lófunum. Þarna lendir tvistur frá Artem. Þarna ekki aðeins að reyna að svara fyrir síðan. Þetta er svo flott. Þetta er svo flott niður upp. Já, það er erfitt að eiga við þetta. Það er erfitt að eiga við þetta. Góður þarna hægri krókurinn frá Artem. Smekk hittir þarna. Sævar setur til knúið til að fara í talningu. Artem kemur til okkar hérna í hvíta hornið. En Arnar Jaki lætur þetta nú ekkert á sig fá. Artem virðist aðeins hraðari. Artem alveg til að gefa Arnar Jaka miðjun og líður ekkert óþægilega svona upp á köðlunum. Vel. Passa höfuðið, segir Sævar. Artem heldur áfram að smell hitta. Já. En Arnar Jaki doesn't give up. En góð fyrsta lóti í Artem. Mörg clean högg, ekki mikið clean frá Arnar Jaka en kannski eitthvað sem hefur dottið í gegn en verðum að gefa þessa lóti á Artem. Já, ég neðist að vera sammálaður þar. Hitti þarna virkilega clean sem kallaði það að Sævar þetta fara í talningu. Spurning hvernig Arnar Jaki bregst við komandi inn í aðra lóti hvort hann sé að fá einhver skilaboð frá Kjara í horninu. Sjáum Kjara í horninu hérna. Hérna smá tiltal. Sýnist nú á Kjara að Arnar Jaki hefur notað hægri hendurinn sína aðeins meira, aðeins betur. Við byrjum við á því. Það er bara verið svolítið erfitt þegar hann hefur notað hana, þá hefur hann Artem svarað því og lent á hann. Kjari kallar því að hægri hendin sé uppi. Já, það nú vera sammála því. Það er aldrei vitlaust. Sjáum líka þessa hörðu vinstri hendi hjá Artem sko. Þarna er nú gott. Hann er líka bara svo góður að tímasetja það. Hann er ekki vanur að sjá Arnar Jaka svona passívan en það er erfitt að opna svo mikið á móti svona góðum boxara eins og Artem. Artem er gott högg í body þarna. Arnar Jaki þarf að reyna að nýta þetta reach sem hann hefur af því að hann hefur talsvert reach á Artem. Já, 100%. Mér finnst hann vera að vaxa vel inn í börnum. Já. En Artem auðvitað leifir Arnar svolítið Jaka að sækja að sér. Kannski væri sniðugra fyrir Arnar Jaka að sjá hvort að Artem myndi stíga áfram ef hann myndi aðeins bakka og reyna að nota reachið sitt. Kannski næri hann ekki að nýta reachið sitt nógu mikið þegar hann er alltaf að pressa og loka distansið á Artem sko. En djöfull er Artem alltaf að svara hann með þessu cross. Já. Góð vinstri hendi þarna hjá Artem. Hann ætti ekki að vera hérna í vasanum gegn Artem. Það er það eins og þú segir. Já. Það er oft er ekkert sniðugt fyrir svona lengri fætir en að pressa mikið. Frekar að fá styttri fætirinn til að sækja að sér og nota þannig faðminn.
Kjarri kallar eftir að Arnar ekki fari niður og upp til skiptis. Já, ég þarf að vera sammála því. Blandist eitthvað saman. Það oft opið þarna í bringuna og í magan. Það einmitt það sem að Artem búinn að vera að gera svolítið vel í þessum barda. Það að blanda þessu saman, fara upp og niður til skiptis. Sjáu þarna hvað hann góður að hreyfa sig. En mér finnst eins og Artem sé aðeins að þreytast núna og fara hann aðeins að hita fleiri högg. Já. Það líka það sem að Arnar ekki gerir svo vel, hann kaffærir menn með stöður pressu. Heldur betur. Og það spurning hvort að það fari að sjást núna meira í setni part af þessum barda. Já. En hann má þá ekki stíga af bensíngjöfinni núna. Hann þarf að pressa og vinna þessa lotu. Nákvæmlega. Og við sjáum að Artem farin að anda með opið munnin, sko, ef þeir báðir kannski. Þetta verða menn þreyttir við svo mikið output. Góður hægri krókur frá Artem. Arnar Jaki gerir henni mistök að standa beint fyrir framan hann og hreyfa sig ekki. Kjarri kallar sig því að Arnar sé fyrstur. Þá lótan búinn. Arnar Jaki komst meira inn í bardaðin í þessari lótu. Það er jafnar að lóta. Var Sævar að taka stig af Artem? Nei. Ég heyrði bara 1 stig rauður. Nú, ok. Þá fyrir að beygja hausinn nú mikið, eða? Það er góð spurning. Ég bara misti af þessu hérna í öðrum. En við sjáum að Artem þreyttur. Artem að anda mjög þungt hérna á stólnum. Já, það sýnist Arnar Jaki vera örlítið slakari í horninu sínu. Hann er að recovera töluvert betur. En ef að Arnar Jaki tók ekki þessa lótu, þá gæti barndaginn það var unnið. Það verður erfitt fyrir Arnar Jaki að vinna núna þessu ef hann hefur mist þessi 2 lótunar, þá þurfti hann að taka 3 lótunar 10-8. Já. Sem verður að teljast ansi erfitt á móti boxara eins og Artem. Á þessi kaliberi, já. Það er 3. og síðasta lótan. Þetta verður geggjulóta. Ef Arnar Jaki trúi því að hann geti unnið þennan bardaga, þá verður þetta rosaleg lóta. Þarna Þannig sýnist oft eins og að sé opið beint niður göngin hjá Artem, en það virðist líka bara að vera platt. Hann er að bíða eftir að Jabbi komi til að hreyfa sig í kringum það og svara strax. Góður uppercut þarna, splitta gardið á Artem. Reynir uppercut aftur. Að gera það Artem fer svona lágt að fara bara í body eða uppercuta. Arnar Jaki búinn að vaxa vel inn í þennan bardaga. Já. Þetta er eiginlega bara orðið hnífjafnt núna. Góður uppercut í body frá Arnar Jaka. Smell hittir Arnar Jaki. Þarna erum við því líka. Þeir eru að treyta núna maður. Artem hittir góður höggi Arnar. Þetta er svakalegu bardagi. Þetta er geggjað bardagi. Arnar verður að hætta að standa fyrir framan hann og hætta að hreyfa sig. Eins og hana. Pivot út. Uppercutin lendir aftur á hana hjá Arnari. Artem er orðinn þreyttur. Hann hætti nú ekkert að vinna sinns mér. Þetta eru svona þegar 2 vélar bara að koma saman í bóknum. Nálega. Maður sér að hendurnar er farin að síga hjá Artem. Núna væri þessi Arnar Jaka bara að gefa allt í þetta. Já. Heldur hann áfram. Kjarri öskar, kýldu, ekki stoppa. Nákvæmlega sem Arnar Jaki á að gera núna. Þannig að hann þarf að vinna þessa lótu og þarf að vinna hana sterkt. Já, hann þarf að vinna þetta samfærdi. Hann bara eiginlega helst þurfti að droppa Artem til að vinna hana bardaði held ég. Það er gaman að sjá sem hvað Arnar Jaki búinn að vaxa inn í þetta. Gott bodysjót hjá Arnar Jaka, annað bodysjót hjá Arnar Jaka. Annað. Hann er farin að hitta svolítið en það er hægri hendi, hægri kroppnum í bodyið. Kjartan gefur engin önnur þjálfararáðin að halda áfram. Einmitt, það er eina sem hann þarf að heyra núna. Það er eina sem Arnar Jaki þarf að gera, bara að halda áfram. Já. Ekki hætta
ætti að halda áfram. Búið til vingla, koma sér frá hættunni. 10 sek eftir. Alltaf mittir og það geggjum höggum. Þetta var svakalegur bardagi. Þetta var Guðmundur. rosalegt. Sáum hann að Arnar Helgi tók bara svona pásu. Hann tók bara að anda hann af andanum. Þau eru gaman hvað margir mættir hérna í húsið í Hafnarfirði í dag og læti í krátinu. Já, það er mikil orka í húsinu. Sjáum hérna að þeir hefur gaman að þessu strákunni. Svakalegur bardagi. Geggjaður bardagi. Það er núna sleggja kynni dagsins. Split decision. Í rauða hornið, það er Artem Sigurkov. Sjóðan dómaragrunda jafnfætt. Artem tók fyrstu lótu klárlega og hefur líka tekið aðra lótu á einhverjum skórkurtum og unnið þannig bardagann. Þetta er geggjaður bardagi. Báðir menn með að labba stoltir hérna frá hringum. Það var að Kormákur og FBC gengur hérna inn í hringinn. Nú eru FBC-menn í hverjum einasta bardaga sem eftir er og bara fyrsti bardaginn sem var á milli hnefiðleika félags Reykjavíkur og Hafnarfjarðar og nú er það FBC í öllum bardögum. Þá er það anstæðingur Kormáks Míal Fedorets frá Bóðatýr sem kemur inn í bláa hornið. Aftur FBC á móti Bóðatýr, rétt eins og í viðregninni hér rétt á undan. Þetta verður hörkufætt. Ég held að þetta sé mjög skemmtilegt matchup. Þetta sé mjög svipaðir. Já, Ég get séð báða að vinna þetta. Það var sammála því. Tókst eftir hvað kynnirinn er myndarlegur. Já, aldeilis. Þvílíkt norska. Mér finnst bara eins og dómararnir sé að vera skotnir í honum. Kynnirinn fengi unanimous decision í hvaða bardaga sem er. Já, ég sé að dómararnir eru að gefa kynninum svona auga. Það er nú von á hörkubardaga Kormákur og Míhail. Míhail byrjar hérna sterkt. Heldur betur.
Við lentum í ykkur tæknilegum örðuleikum, fáum ekki klukku. Já, við þurfum líka að henda upp hérna. Já, við þurfum að laga til hérna. Við þurfum að laga grafíkinn okkar. Svona þegar tæknimaðurinn okkar kynnir og ljósmyndari. Það í mörg horn að líta. Og lýsandi. Og lýsandi. Kormákur þarf að reyna að nýta ritsi sem hann hefur. Hann svolítið að taka miðina. Það spurning hvort hann eigi frekar að dansa svolítið yttir hringinn. Míhael hendir hérna Kormáki frá sér þegar þeir koma saman í klinsinu. Góðu vinstri þarna hjá Míhael. Þarna hittir Kormákur krossinum sínum. Míhael eitthvað dansandi núna með að hendurna lágt. Kormákur ekki mikið að bíta á feintinn hjá Míhael, ekki enn sem komið er. Þarna gerir Míhael vel að koma sér undan höggum og svarar. Góður tvistur hann hjá Kormáki. Kormákur að finna tvistin sinn, þessa beinu hægri. Kormákur laumar hann inn einu skrokksöggi í klinsinu. Tjappar inn í botið. Kjarri kallar eftir að Kormákur sé fyrstur. Já, einmitt eins og orð úr mínu munni. Flott body hjá Míhael. Það svo mörg högg sem eru svona næstu að enda. Já. En báðir menn svona góðir að koma sér undan þyngstu höggunum. Heldur betur. Sem Kormákur andar þungt hérna eftir fyrstu lótu. Mikil orka sem fer í þetta. Kjarri ákveður að vökva sinn strák eins og pöntu. Bara ég vona kannski mann stækka aðeins meira. Mjög gott að finna vatnið svona að leka niður bakið þegar maður þreyttur. Ok, trú. Og Nikita, þjálfari Bóðardýr, heldur sínu swaggi áfram, alltaf með sólgleru innandina. Já. Svona eins og Tony Ferguson. Nei, við dugum þetta öllum áfram. Kjarri kallar eftir að Kormákur sé fyrstur. Báðir menn svona að reyna að stabilisa stjórn hérna með að taka miðjuna. Hvoru eru alltaf að gefa hana upp. Mikið dans hérna í gangi hjá Míhael í dag. Já. Hann eitthvað búinn að vera að vinna í fótavinnunni sinni greinilega. Já. Ætlar að sýna það hér í dag. Einmitt, fótavinna á eiturhringu. Það er búinn að vera svolítið svona skemmtilegir taktar í Míhael. Skemmtileg fótavinna, lágt niður með hendurnar, eitthvað svona sem mann ekki alveg eftir að sé frá honum áður. Nei, hann hefur verið svona frekar svona loosey-goosey myndi ég segja. Það er rétt árið til að lýsa honum í dag. Já, en hann hefur verið svona mjög hefðbundinn boxari yfir þessu. Kormákur hérna finnur krókinn. Ef maður þarf með hendina lágt niðri, þá þarf maður að dansa og halda fjarlægðinni. Jab í jab.
Kormákur tekur Þess að djúpan báðir menn anda. séu aðeins að stíga bensíngjöfni núna, svo að þreytan farin að segja til sín, svo að miðbygg annar lótu. Eins og á til að gerast. Oj. Þarna smelli Kormákur. Kormákur var viðvörun að vera ekki að snúa sér frá Míhail. Það er Gott jobb hérna frá Kormáki. fullkomlega sanngjarnt. Þarna lenti Kormákur vinstri hendinni sinni ágætlega. Góðar höfurreiningar hann frá Kormáki sem svarar fyrir sig í bodyið. Svolítið að detta í þessar knúsingar núna. Var að brenna mót ykkur öðrum og knúsast. Ég held ég að Kormákur hafi rétt sloppið. Ég veit ekkert hver er að taka hana bara það. Ekki hugmynd. Það búið að vera mjög jafnt. Hrikalega erfitt jobb að vera dómari hérna í dag. Í öllum börnunum. Ég geti vel ímyndað mér að við sem að horfa á þriðja splittið hérna í röð. Það gæti verið sem að er samt skemmtilega eitthvað því að við fáum, þetta verður trilogy dagur. Við fáum 3 bardaga milli Bóðatýr og HK. Já. Þannig að hérna, Já, Símon og Pétur hann á eftir. Já, akkurat. Símon Kristjáns og Pétur. Báðir menn virkar bara svona frekar rólegir á stólunum, sko. Það er samt bara aðeins að draga úr þeim hann í annar lótu, en spurningi sjá hvernig þeim kom út í þriði. Síðan Kjarri var að kalla eftir því að Kormákur fari upp og niður til skiptis. Já. Byrji á bodyinu og endi á höfðinu. Ég gæti séð fyrir mig að fyrir Kormáka hérna bara jab í body. Jab í body gæti verið mjög vænlegt á árangurs. Kormákur þarf eiginlega að nýta reachið sitt, sko. Hjálmurinn eitthvað að bögga Kormák sýnist mér. Það er En ég verð að segja þessi nýju Sting-hjálmar, þeir virka mjög þægilegir. Já. Þeir virka þægilegri heldur en þessi gamlu, eins og hann er hérna mélum með. Það hjálmurinn sem að bögga þig er örugglega elsta boxsaga sögunar. En það geta þessi hjálmar verið kjössalega óþólandi, ég þóla það ekki, sko. Nei, ég elska að setja öryggi á oddinn og hausinn og allt saman. Kormákurinn alveg fjarlægan og hreinu var ekkert að hafa ómikil ágjur af þessum höggum frá Míhail. Hann er bara að kýla loft úr þessari stöðu. Já. Og Kormákur ekki langt frá að hitta vinstri krókum manna. Það var kraftur í þessari sveiflu. Og hann heiti Kormákur krossinum sínum. Kormákur þarf einmitt bara að halda honum í þessari fjarlægi þar sem hann kýlir loft og koma inn jabbinu sínu og smerla hann svo með hægri hendinni. Já. Og gera eins og hann hefur verið að gera. Hann hefur verið að rúlla fallega út þegar Míhail djarnar þröngt að honum, sko. Þannig að Míhailinn, ekki, góða jabbi. Þarna lendi Míhail. Þarna lendi Kormákur, þetta er svo jafnt, þeir skiptast bara á. Kari kallar eftir að Kormákur noti jabbið. Míhail hendir hérna Kormáki út í horn.
Nú ekki mikið eftir að þessu hérna. Nú þurfum við bara að sjá hver vill þetta meira. Kormákur lendir vinstri króknum hérna. Flott jab líka. Þriðja lótan er sjálfsögðu þreyttasta lótan. En ég held að það sé bara spurning hver langar meira í þetta. Já. Þetta búið ég bara misti af 10 sekúndum að klikkinu, sko. Þetta var hörkubardagi. Það var rosalega viðrið. Sko, það búið að vera 2 splitt í röð en ég myndi að þetta hafi verið jafnasti bardagi. Já, ef að veðja á að sé splitt. Já, ég held að það sé frekar safe bet. Þetta var hörkubardagi. Hörkubardagi. Þetta á þeir skemmtilegasta fyrsta bikarmót vorsins. Fyrstu 3 bardagarnir búin að vera algjör flugeldasýning. Það aftur splitt. Í rauða horni þar Kormákur Steinn Jónsson. Geggjaður bardagi, báðir menn geta gengið stoltir gegn flokningum. Frábær bardagi. Þriðja viðureignin í röð núna milli Vafpisi og Bótils. Það er Símon Kristjánsson fyrir Hnefileikafélag Kópavogs með fyrsturinn hring hérna í rauða hornið. Símon svona til að nýbyrjar að keppa, keppti á bikarmótinu, haustbikarmótinu. Var þar eitthvað óöfinn, ég man nú hann tapaði einhverju bardaga sem ég fannst hann hafa unnið 100%. Hann er örugglega ákveðinn í að skilja ekki eftir neitt rými fyrir dómarann alltaf mistúlka neitt hér í dag. Þá kemur Pétur Gunnarsson fyrir Boetýr, verða að játa, ég bara veit ekkert hann Pétur Gunnarsson. Verður áhugavert að sjá hann núna, ég hef aldrei séð þennan strák boksa. Pétur Gunnarsson nýtt blóð hérna í Hnefileika sinna. Ég hef ekki séð þennan mann boksa áður. Gerir ráð fyrir þetta sé bara fyrsti bardaginn hans. Ætla hann ekki verið hérna áður á bikarmóti. Símon auðvitað keppti á haustbikarmótinu allavega. Ekki með marga bardaga undir beltinu, kannski 2. Tvo, 3 kannski. Já, nefnir, við erum byrjaðir. Góðar höfuðhreyfingar í Símoni. Það er að svara hérna með þessi strákar ætla bara að keyra af stað hérna í þetta. Góður krossinn á Pétri. Góður hérna krókur frá Pétri Gunnars, check hook. Þetta var flott að sjá.
og hann virðist vera með kraft í þessum vinstri krók sínum og þannig að lendi kross frá Símoni. Við erum bara báðir menn gjörsamlega spólgraðir hérna. Þeir eru ákveðnir að koma inn og sýna sig, báðir svona nýr í senunni. Þarna lendir Pétur krossinu sínum. Pétur lendir kross, ekki mikið í þessu en þetta telur. Já, ég hef ekki séð Pétur boxa áður en hann virðist nú bara helviti segur. Hann virðist góður sko. Hann Hann er búinn að lenda góðum vinstri krók, góðum kross, það virðist kraftur í höggunum hans. Pétur er fann að lenda núna oftar og oftar. Já, Kjarri kallar Símon að bíða ekki, nota jabbið sitt og koma með overhand hægri. Kjarri kallar eftir jabbinu frá Símoni, kannski orðinn smá svona passífur eftir að hafa étið nokkur högg. En það lítur út fyrir að sé ekki þægilegt að vera kildur á honum Pétur Gunnarssoni. Nei, Pétur Gunnarsson lendir hægri hendina þarna. Heldur betur, þetta virkaði ekki næs. Nei, hann lendir hannar í hægri hendi. Þessar sveiflur. Símon verður að Hann er bara loka fyrir þetta. sveiflar hægri hendinu sinni. Ég held að Pétur finnir lykt af blóði. Já, og vinstri krókurinn hérna. Það er að passa að kýla sig ekki út. Nei. Þannig að fer Pétur með krossin í body, það er áður eftir að gera gott að fara að switcha upp og niður og láta Símon giska á hvað kemur næst. Heldur betur. En er hrikalega sterk lúta fyrir Pétur Gunnarsson. Skemmtileg innkoma hjá honum á þetta byggamót. Hann er að stimpla sér svo inn í þetta. Já. Hann er að eiga svona remember the name frammistöðu í dag. Og flott hjá honum að hann svona undir lótunar byrjaði að bomba. Byrjaði bara að sveifla einhverjum. Gerði það, mixaði við. Já. Tvisvar hægri, svo vinstri og svo í body. Einmitt. Það var skemmtilegt. Og hann er ekki hræddur við að sveifla. En Símon þarf að fá einhverja virðingu inn tilbaka í annarri lóti. Það var að reyna að nýta faðmið sinna, hann er klálega með lengur faðm. Það var að reyna að halda Pétri í hæfilegri fjarlægð og passa sig á þessum sveiflum hans. Heldur betur. Árni og Símoni kallar því hans í þéttari. Vel gert í Pétri, færi sér strax úr fjarlægðinni þegar það er svarað. Það er Símon farin að tjapa hans meira. Svakalega hægri hendi og fylgir eftir með vinstri króknum. Pétur Gunnarsson að koma sterkur inn. Já, hann bara verður sjálfsöruggari og sjálfsöruggari, hann Pétur. Finnur kannski smá lykt af blóði hérna. Þessar sveiflur, maður. Kjarri kallar eftir að svara tjappi með þungri hægri. Aðeins og auðlust annað hjá Pétri
Hann ætlaði að fara að negla. Símon orðinn aðeins flatfótar núna. Ó, beint á hökuna. Þessi órenn beint á hökuna. Ó, vinstri krókurinn. Vinstri krókurinn hættulegur. Þannig að svakalegum krafti inn á vinstri krók og hérna kemur hann með krossin í bodyð. Pétur Gunnarsson að stimpla sig sterkt hérna inni í sínum fyrsta bardaga. Ja, það sem ég held sé hans fyrsti bardaga. Kjarri kallar eftir meiri höfuðhreyfingum enda búinn að véta allt og mikið höggum hérna í annar lótu. Ó, hérna kemur hann aftur með þessar yfirhandar. Hann hitt hérna allt og oft að Símon þarf að gera einhverja breytingar hérna. Sko, when in doubt, allan að lækkaði bara niður. Já. Hann þarf líka bara að hreyfa hausinn. Hausinn hans of kjurr á miðlínunni og Pétur bara að ná honum. Já, sjáum núna, hnús. Hérna, Pinti og Símon fá smá jab inn. Það væri svo gott fyrir Símon og sjálfsögur ekki að ná einu höggi. Það þarf að eiga smá kafla. Ég held að segja nokkuð klárt að Pétur Gunnarsson búinn að taka fyrstu 2 lótuna, þannig Símon þarf núna 10-8 lótu ef hann vill vinna þennan bardaga. Já. Núna þarf hann bara að sækja reynsluna. Sýnist Nikita vera að segja Pétur að enda kombóin sín á vinstri höndinni, enda þegar hann hefur gert það þá hefur það verið að virka fyrir hann. Heldur betur. Ansi margt sem hefur eiginlega verið að virka hjá Péturi í þessum bardaga. Já. Jæja, það er 3. og síðasta lótan. Þessi Jack Hook frá Pétri, hann flottur. Jæja. Símon verður að koma jabbinu sín í gang. Hann á að jabba miklu meira. Já. Jabb í body frá Símoni. Hann svolítið stífur. Hótt með að Símon skallar eftir meiri höfuðhreyfingum, enda hausinn svolítið fastur á miðlínunni. Sem slæmt það sem að vinstri hendurinn aðeins mann að síga. Og Símon fær talningu hérna eftir stiff jab sem hann átt frá Pétri. Ekki harðasta höggi sem hann hefur fengið í þessum bardaga. Nei, en það var clean. Vissulega clean. Og hausinn aðeins að poppa aftur á bak, þannig Dominika hefur bara hérna, er hér til að vernda bardagamennina. Ok, vel varist þarna frá Símoni, tók þetta bara á gardi. Ok, Símon eitthvað hérna, en nú þarf Símon að gefa í. Já, sko, ef Símon nær bara að gera þetta meiri götuslagsmálum, bara þú veist, að henda aðeins hérna caution to the wind og bara sveifla með honum. Ég held að það sé leiðin til að vinna þessar 3. lótu. Já, ég held að það sé hárrétt hjá þér. Því þegar þeir eru að fara svona högg fyrir högg, sko, þá er bara Pétur að eiga betur. Símon er svona aðeins að finna sig núna. Já. Hann má bara ekki að leyfa sko Pétri að krúsa. Já, einmitt. Við getum ekki leyft honum bara að stjórna fjarlæginu og hraðanum og gera sitt. Pétur brosir þarna aðeins. Hann hefur gaman að þessu.
Símon lenti góðu höggi hana. En Pétur svarar fyrir sig. Já. Hann ætlar ekkert að láta hann búlíða sig og hann hitti einu góðu höggi. Heldur betur ekki. Ég Fórum gott jafn frá Símoni. fíla attitúti í Símoni núna í þessari þriðju lotu. Já. Hann veit hann þarf að gera eitthvað. Já. Og hann er að gera þetta best. Það er nú 10 sekundur eftir, Símon þarf bara að droppa hann eða hann vill eiga sénsina. Að hann að stimpla sig inn í þetta, fá hans mikla reynslu og hann getur. Já. Oi. Og Eitt bara á buzzernum. eitt loka högg hérna frá Pétri. Þetta var góð bardagi. Góð bardagi. Þetta er líka fyrsti bardaginn sem fer eftir split í season. Kemur þetta nú óvart. Þetta var statement frá Pétri Gunnarssoni. Sjáum að Bóðatísmenn ánægir með sinn mann. Alltaf lært í Bóðatís. Blátt át Pétur Gunnarsson fyrir Bóðatís. Svakalega framista. Þegar sé þá ekki Ísak Guðna næstur. Það verður örstuð pása. Ekki fara langt því við höldum hérna áfram með seinni helminginn innan skamms. Það er bara nokkra mínútur í pásu. Sjáum hérna Ísak Guðna er tilbúinn, komin í hanskana og allt. Já, það verða nokkrir hörkubardagar hérna sem eru eftir. Það eru tveir hörkubardagar eftir. Það er Ísak Guðnason á móti Bjarna Ottóssoni. Ísak Guðna, auðvitað frá Hnefileikafélagi Kópavogs, keppti á síðasta Icebox og fékk það verðlaun fyrir bardaga kvöldsins. Bjarni Ottósson var náttúrulega valinn Blue Boxarinn hérna á Ljósanótt á haustbikarmótinu. Vann þar 100 skall fyrir frammistöðuna sína þar. Og átti nokkra skemmtilega frammistöður eftir ansi langan pásu frá Hnefileikum. Keppti svo hérna á móti Benna hér hjá Hnefileikafélagi Hafnarfjarðar undir lok árs. Gaman að sjá hann komin hérna aftur inn í senuna. Mjög skemmtilegu boxari, skemmtilegan stíl. Algjört ljón hérna inn í hringum, sýndi það hérna á bikarmótinu. Svo eftir þeim þá fáum við stóru strákana í þungavittinni. Það er Magnús Kolbjörn Eiríksson og Elmar Freyr Aðalheiðarsson. Magnús Kolbjörn frá VAPC og Elmar að norðan frá Þór. Elmar auðvitað verið svolítið svona, já, hvað leyfum við bara að segja, besti þungavittamæðurinn hérna á Íslandi í ólympíska boxinu. Búinn að vera svolítið top dog í þessum þyngdarflokki síðustu ár og hann og Kolli hafa nú átt talsveit marga bardaga saman og Kolli svona yfirleitt átt erfitt með að eiga við hann. Það hafi verið einn bardagi í þeim sem var frekar jafn. Verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer núna. Kolli er búinn að líta ágætlega út í síðustu bardagum. Keppti auðvitað á móti Sigurjóni Guðna á Icebox, tapaði því reyndar. Sigurjón Guðna átti
rosalega flotta framistöðu á mótunum þar. En Kolli búinn að líta samt mjög vel út og virðist verið í betra formi heldur en hefur nokkuð tíðan verið í. Og verið áhugavert að sjá þessa viðureign hjá stóru strákunum á eftir. En fyrst Ísak Guðna móti Bjarna Ottós. Það verður flugeldasýning, get ég nokkurn veginn lofað. Svo má minna á það að við gerum þetta allt saman upp í 5. lotunni mánudagskvöldi kl. 8 í beinni útsendingu hér á YouTube. Eins og vanalega ætlum að fá Benedikt Gylfa frá Hnefiðleikafélagi Hafnarfjarðar í þáttinn til okkar. Og Steinar Bergs mögulega líka. Þannig það verður á nóg að taka í næsta þætti af 5. lotunni. Munum að sjálfsögðu ræði eitthvað við Steinar Bergs líka Norðurlanda meistaratitilinn í MMA sem hann tók síðustu helgi. Og munum að sjálfsögðu svo fara yfir UFC 324 sem verður í nótt. Það verður gaman þegar UFC árið fer af stað í nótt og við gerum þetta allt saman upp í næstu viku á mánudaginn í 5. lotunni. Þá hefum við leik aftur, pásan ekki lengra en þetta, aðeins að leiða fólk að grípa sér kaffi og svona. Þá hann fyrsturinn í hringan Ísak Guðna frá Hnefiðleikafélagi Kópavogs. Átti svakalega flott 2025 ár og líka staðar hann enn betur á 2026 sem hann kickstartar hér í dag. En andstæðingur hans ekki af síðri endanum, það hann Bjarni Ottósson frá Hnefiðleikafélagi Reykjanes. Þetta verður hörkubardagi. Maður búinn að bíða spenntur út af þessum hérna. Þegar maður leit á kartið, þegar maður sá það fyrr í vikunni, þá setti maður hring í kringu þessa viðureign. Þetta er viðureignin sem að ég allan er búinn að hlakka mest til að sjá í dag. Hvað segir þú það, Jón Kristófer? Herri, ég segi alltaf því ég sé nafnið hans Bjarna á papír, þá segi ég þetta verður partí. Já. Þá erum við fannar að staðinn í fyrstu lótu, jabbi bóti frá Ísak. Báðir menn eru komnir mætti til leiks hérna strax í byrjun fyrstu lótu. Þeir eru báðir svo ótrúlega góðir. Já. Ísak liðmaði einu livershoti hana. Annar livershot frá Ísaki. Ísak skammaði hérna fyrir kílar fyrir neðan belti. Ég sá ekki alveg að þetta hefði verið neðan belti. Mér finnst þetta bara að vera flott livershot. Ísak hérna þjarmar að Bjarna króar hann af í horninu. Hitti hann 10 í bótið. Ísak svolítið farin að lenda höggum hérna. Heldur betur. Þarna Ísak lendir. Hægri krók ofan í þrýtingin.
Ísak ætlar að fjárfesta í bodyinu. Það gæti opnað eitthvað á efra hæðinni líka. Já, það sniðugt. Bjarni á líka til að vera mjög virkur, slá mikið. Aðeins til að róa niður vélina sem hann Þeir eru bara, það bara head position og látið vaða. Þeir eru bara komnir inn í símaklefann. Já, af hverju ekki, man, let's go! Þarna, svona krók, minnstu krók, uppercut hjá Ísaki sem að smellendir. Bjarni tekur hér, fer hún hér, sagt að setja höfuðið upp, halda áfram. Skilja góða hreyfingar hérna hjá Ísaki. Það er svona rétt út fyrir félagina, lendir það betur. Klappaði þarna Bjarna með vinsthendinu sinni. Þetta var vel gert. Vel gert. Hörkulóta. Þetta var hörkulóta. Ég hallast að Ísaki Já, sammála. í þessari lótu Já. og veit ekki hversu vel honum Bjarna muni ganga sko að vinna sig inn í þennan bardaga. Bjarni alltaf með mikla reynslu. Var blue boxar í kvöldsins á síðasta hnefaleikramóti sem haldið var í Reykjanesbæ. Já, á Ljósanótt. Á Ljósanótt. Sem var fyrsta haustbikarmótsdagurinn. Já. Ég var einmitt að rekja þessa sögu fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áðan fyrir bara þá. Já, hún falleg þau. Fólk elskar góða sögur. Sem strákarnir í Reykjanesbænum, þeir eru að geta hoppa inn í ringinn og hafa fyrir því. Þeir bara taka millilótu spjallið fyrir utan kannan. Það er ákomið annar lótu. Þau er bara að hlaupa ákomið Já. Til að vera í þessari viðureign þá þarf það að vera redd. Alltaf að vera tilbúin í hvað sem er. Og þarna lendir Ísak, eiginlega bara skiptast á. Holy! Bjarni alveg fer þarna í mörg bodyhogg í röð. Og endar upp í það sjálfsögðu. Vinstri krókurinn hans Ísaks er að finna markið. Ísak fór í body, Bjarni ákveð að svara í sömu mynd. Ísak er að fá purchase á jöpinn í skokkinn á Bjarna. Flottar hreyfingar hann, ég veist ekki. Þetta er vont. Já. Aftur. Þessi Ísak er að finna hægri hendina hann í bodyð á honum. Hægri krókurinn niður og vinstri uppi. Þetta var flott kombo. Þetta var rosalega flott kombo hjá Ísaki sem er að taka yfir hennar barða. Það er önnur telningi Bjarna. Ég er mjög hissa ef að Bjarni klárar ekki hennar barða en einhver að vera telningarnar. Ísak er að negla. Það er svo erfitt að eiga við Ísak. Ekki í þetta, segir Sævar. Þetta er það sama. Ísak er mjög duglegur að láta Bjarna fara upp með vörnuna sína og fara þá í body. Og ef hann fer niður með vörnuna, beint í hausinn. Ísak var að við að slá ekki hnakkan.
Þarna smetlendir, beinhægri. Ísak er svo góður að finna bodyhögginn, sko. Svo víð vinstri skrokkinn. Shit, maður. Þetta var svakalegt. Neglur. Litlu neglunar hjá Ísaki. Bjarni fær talninguna. Var lotan ekki að klárast? Jú, lotan er búinn. Þetta var svakalegt. Sævar dómarinn segir boss. Ísak Guðna er bara hérna á eldi. Eins og maður segir á góður íslensku. Já. Maður segir þetta mikið, sérstaklega á degi íslenska tungu. Það segir maður mikið á eldi og reyna að sleppa eins mikið á það getur. Ekki það að það sé í dag. Það má taka hattinn ofan fyrir Bjarna, kominn aftur svona í hnefuleikasinnu eftir langa pásu og hann er bara búinn að vera að fara í svo erfiða bardaga. Heldur betur. Það pakkaði saman hérna Alvaro López á bikarmótinu, keppt svona hérna móti Benna þar sem hann droppaði illa. Núna Ísak, þú veist, hann er ekki að... Hann er ekki að velja bardagann sína. Nei, nákvæmlega. Hann tekur bara það sem er gefst. En hvaða ráð myndur þú gefa Bjarna núna ef þú værir í hóttunum hans? Hvað myndur þú segja með það? Ég bara veit það ekki. Það er svo erfitt að eiga við Ísak. Já, það er... Ég held að hann sé búinn að komast að því, þannig að hann þurfi ekki að heyra það frá þér. Bara, ég veit ekki, að halda þessu bara hreyfanlegum kannski. Hann er aðeins svo mikið til í að bara stíga inn í pocketi með honum. Já. Það sem Ísak er svo hættulegur. Einmitt. Og þú veist, Ísak er búinn að finna, þú veist, bæði góð bodyhögg og uppi þegar þeir koma saman í svona, þegar þeir koma saman í pocketinu. Þannig að ég held að Bjarni ætti kannski bara að reyna að halda smá fjarlægð á milli þeirra. Að þessi bardagi sem þeir eru búin að vera að berjast er að virka svolítið, þetta er að virka betur fyrir Ísak. En kannski er lausnin bara að gera þetta ennþá meiri geðviki eins og er að gerast núna. Við elskum geðviki. Við elskum geðviki. Það er þriðja talningin í þessum bardaga. Hann tekur hné. Það er búið. Bjarni Otto segir bara nei takk, ekki meir. Já, Bjarni Otto tók hnéð. Það er bara no mas. Ísak Gunnarsson gjörsamlega geggjaður hérna í dag á móti Bjarna Ottosinni. Þetta er rétta leiðin til að byrja árið fyrir Ísak Gunnarsson. Þvílík frammistaða. Klára Bjarna Ottosinni í þriðju lotu. Frábær frammistaða hjá Ísaki hérna í dag. Það verður áhugavert að sjá hvort þið berjist aftur eftir 2 vikur. Það er bara ein niðurregn eftir. Ég heyri Sævar var að tala um að hann taldi upp í 10 þá væri þetta ekki referee stoppage heldur TKO. Heyrist það. En já, þá komið það síðustu viðureign dagsins, Magnús Kolbjörn móti Elmari Freyr. Stóru strákarnir.
Já, út af því að Bjarni fer þarna niður á hné þá telur hann upp í 10 og þetta rúlað sem TKO. Síðasta viðureign dagsins. Það Big Boys. Það var Magnús Kolbjörn Eiríksson sem stígur fyrst inn í hring hér í rauða hornið fyrir hönd Nefaleikafélags Kópavogs. Kolli, eins og hann kallaður, hefur mætt honum Elmari Frey oft herra Akureyri eins og Nonni Sleikja kallar hann. Það Elmar Freyr Aðalheiðarsson sem stígur hér inn í hringinn í bláa hornið fyrir Nefaleikadeild Þórs frá Akureyri. Tæknimaðurinn, ljósmiðindarinn og kynnirinn á eftir að laga grafíkina. Það voru stóru strákarnir byrjaðir. Þetta alltaf jafn skemmtilegt. Það áhugavert að sjá þessa viðureigna því að manni finnst svolítið svona Elmar að vera búinn að vera með númerið á Kolla og svolítið svör við því sem hann gerir. En Kolli búinn að vera að taka skrifið fram á við í sínu ferli undanfarið og vera áhugavert að sjá hvernig þið matchast upp núna. Elmar fellur hérna við. Núi! Kolli kom með Elmar að nú í jafnvægi, spurning hversu klín þetta högg lenti. Kolli auðvitað sjúklega höggþungur. Ég vil helst ekki halda pötsum fyrir hann sko. Og Kolli fer hérna í livershotið og uppi. Lætur Elmar aðeins finna fyrir þessu. Kolli fara svolítið vel á staðinn í þessum borða. Kolli að ná inn góðum höggum hérna í fyrstu lótu. Þessi stóru strákar byrja með miklum krafti. Já. Ég man ekki eftir að sé Kolla standa sig svona vel svona snemma í barndöfum á móti Elmari. Yfirleitt hefur hann verið í talsverðu basli með hann en mér finnst Kolli vera með yfirhöndina hérna í fyrstu lótu. Hann varaði hér við að kýla ekki aftan í hnakkan. En hann hefur svona þess á milli verið að lenda nokkuð vel. Gerir vel að hreyfa sig þarna frá þungu höggur frá Elmari. Spurning hvort að Elmar nýtir sér ferðina í bæinn og fari í klippingu. Daði kallar eftir 2-1 frá Elmari. Allan lendaði báðir. Kolli sníki þarna. Sníki með tvistinn. Það er flott lóta fyrir Kolla. Þetta var góð lóta hjá Kolla. Kolli mögulega aðeins frittari eftir lótuna samt. Þetta var eltandi Elmar og mikið og
var svolítið með fótinn á bensíngjöfinu alla þessa lótu. Spurning hvort hann næri að halda þessu uppi alla 3 lótunar. Og oft séum að Kolla svolítið dýrvildi sem fyrstu lótu, dregur mikið úr honum í annar lótu. En oftar en ekki kemur hann svo tvíeldur inn í 3. lótuna. Hann finnur alltaf eitthvað svona second wind. Já, það Collin sem við þekkjum og elskum. Einmitt. Elmar virkar nú alveg svona ágætlega þreyttur eftir þessu fyrstu lótu. Át nokkur þunghögg, át nokkur bodysótt sem að eiga til að taka svolítið vindinn úr manni. Nei, hérna rennur Kolli hans til. Hann góður. Það var ekkert högg eða neitt þannig, hann bara slippa aðeins. Kolli kýlir og kýlir. Þvílík pressa. Það gæti orðið erfiðari dagur á skrifstofunni fyrir Elmar en við áttum von á. Já. Kolli að hitta góðum höggum. Já, Elmar ákvað að fara hann í body en refsað svakalega fyrir það. Hann heitir Elmar henni góðu. Svona Elmar örlítið seitt tilbaka. Spurning hvort maður hafi séð Elmar í betra formi heldur en í dag. Já, ég held það. Eins og sé kannski smá svona eftir jólinn kannski. Já, ég vil náttúrulega ekki vera með einhverja smánun. Nei, það náttúrulega bara oft þannig eftir jólinn, það eitthvað ómikið konfekt að eitthvað sko. Þó maður sé alltaf hræddur að segja svona bardaðum en maður heldur að Já, við höfum alltaf sagt að það má alltaf skora á okkur í bardaðum. Já. Þannig að ef Elmar tekur þetta inn á sig, þá bara mætist þið í hringnum. Kolli lætur hérna bara Elmar að finna fyrir. Elmar virkar báðir svolítið þreytir. Afna. Þetta var aftan í hausinn hann aðeins. Já, Elmar lendi hérna með vinstri hendurinn sinni. Vinstri krók. Hægri hendurinn sig. Aftur Þarna heitir Kolli góðu höggi. Það vanti aðeins upp á jafnvægi hjá Elmar. Já. Kannski ekki eiga sem besta dag hérna, en... Jú, hann að vaxinn í þetta kallinn. Já. Hann fengið góð ráð frá Daða í hótelinu sinu. Aðeins smá clinch og gríp. Elmar fann að anda þungt hérna. Hann hitti Elmar góðu höggi. Líkur, setur notan, sjáum hérna í hótelinu hans Elmars. Jafnari lóta. Svo hérna Daði nennir ekki inn í hringinn. Hengur bara köðlunum. Skemmtilega að fylgjast með honum Kjartani sem alltaf svona frekar animeitaður í hótelinu. Gefur honum vatn á bakið. Á meðan Daði setur vatnið á gólfið. Elmar að anda þungt, Kolli líka. Mér finnst þess að Kolli aðeins meira eftir að tóknum. Já, það verður spennandi að sjá hvernig dómarinn sjá þetta í lók. Við fáum annað splitt. Það gæti verið 1-1, það gæti verið 2-0 Kolli. Mikið gaman að sjá Daða þarna taka sér hlutverk ræstiteknis. Það var þriðja og síðasta lótan hér í dag í Hafnarfirði. Þú verður geggjamót. Það var svakalega skemmtilegt. Við erum byrjaðir síðasta lótan.
Nú, þarna hittir Elmar. Kolli bæði bara á frá ofnunum sinni, bara að beygja hausinn vel fram. Ég er ekki alveg sammála því með hvernig Elmar er búinn að vera að slá. Svolítið búið að vera að rata á öxlina eins og hann gerir ráð fyrir því að Kolli komi með hausinn fram. Hanna, flott uppsetning hjá Elmari. Kolli hanna, hægri hendi ofan í þrýðningin. Þetta stakk. Þarna stakk Kolli Elmar ágætlega. Fínar hreyfingar. Kolli allan að fullu sjálfstraust. Það fer ekki mikið mála. Þessi small. Var þetta bara í... Þetta var í bumbuna. Mér sýndist Kolli vilja meina að þetta hafi verið fyrir neðanbelti, en ég get ekki betur síðan að þetta hafi farið bara neðarlega í magann á nafnasvæðið. En hann vissulega fann fyrir þessu og við heyrðum það. Smell hitti Kolli. Magnús Kolbeinn hefði það víst. En ég er hissa að Elmar hafi ekki bara fengið talningu eftir þetta. Hann er komið með smá skurð undir vinstra auga. Það er nú lítið eftir hvor maðurinn vill þetta meira. Það er bara skellaði saman síns mér. Kolli ætlaði svona að stíga inn með svona George Foreman uppercut. Síðustu 10 sekúndurnar koma svo strákar. Hver vill þetta meira? Skiljum allt eftir í hringnum. Það er búið. Bakkar og andar. Klikkaði bardagi. Klikkaði bardagi. Geggjuskemmtun. Sjá hérna. Magnús Kolbeinn. Alveg úrvinda. Já, skilur þetta allt eftir inn í hringum. Geggjaða bardagi. Ekkert nema geggjaða bardagi hérna í Hafnarfirðinum í dag. Ætli þetta hafi verið fyrsti sigurinn hans Kolla yfir Elmar. Ég held það. Það er einrum á dómarákvörðun. Það lítur að vera Kolli. Í rauða hornið. Það er Magnús Kolbeinn Eiríksson sem sigrar Elmar Freyr Aðalsteinsson í fyrsta skipti í ég veit ekki hvað mörgum börnum. Þetta lítur að vera ansi sætur sigur fyrir Kolla sem hefur oft þurft að sætta sig við tap móti honum Elmari. Við þökkum öllum áhorfendum sem tjúnuðu inn hérna á streymið. Minnum á að bikarmótaröðin heldur áfram eftir 2 vikur eins og hún gerir alltaf. Kemur í ljós hvar það verður haldið, líklegast Varpi C eða hjá World Class. En við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáumst næst. Takk. Herri Biggi minn, það held ég að við sem bara búin í dag. Já, ég held það. Þetta var skemmtilegt. Við þökkum öllum fyrir að hlusta og horfa og... Svolítið endurlega sem ég var að segja. Já, það? Já, nei. Hérna, já, við sjáumst aftur 2 vikur. Veistu hvar það mót verður haldið?
Nei, Það nú sé er ekki ég alveg það að sé ekki bara oppi síðan. Já, Ég finnst þess að sé oftast í þeirri röð, sko, HFH, oppi síðan og HR. Er það ekki yfirleitt þannig? Jú. Við skulum segja það sé kenning eða samsæðiskenning. Já, einmitt. Segjum það. En það kemur í ljós. Já, en það verður allavega í febrúar. Já. Svo minnum við þetta að við gerum þetta upp í 5. lótinni, mánudagskvöldi kl. 8 í beinni hérna á YouTube. Á YouTube og við fáum náttúrulega góða gesti. Já. Fáum hérna Benny og Nefaleikafélagi Hafnarfjarðar, Benedikt Gylfi og ætla ekki Steinar Bergs að kíkja líka. Jú, Steinar Bergs ætlaði að kíkja líka og ræða eitthvað Norðurlandamótið. Hann var það nýkrýndur Norðurlandameistari eftir first round finish þar. Og svo gerum við þetta allt upp á UFC 324 sem verður í nótt. Það er allt að gerast hérna á nýja ári. Allt að gerast. Við segjum það.